Núna erum við að horfa á það að við erum að fá slæman inflúensufaraldur og samhliða því skæðan nóróveiru faraldur. Þetta hvort tveggja slæmt því að við erum að sigla inn í viðkvæmt tímabil sem eru jólaveislur, hlaðborð og þess háttar. Nú jólin þá hittum við gjarnan ættingja og vini og við þurfum að muna það að eldri einstaklingar í kringum okkur eru miklu viðkvæmari fyrir inflúensunni. Þannig að við þurfum að huga að öllum þáttum sem við getum gripið til þess að hindra dreifingu inflúensu til viðkvæmra einstaklinga. Nú viðkvæmir einstaklingar ættu að sjálfsögðu líka að láta bólusetja sig til að hindra að þeir verði veikir. Inflúensa núna að byrja af miklum krafti. Hún kom töluvert fyrr heldur en í meðalári eins og hefur víða komið fram og í rauninni mjög fljótlega eftir að byrja að bólusetja. Og það verður að muna þó að fólk hafi fengið einhvers konar öndunarfæraveirupest, þá samt ávinningur á bólusetningunum. Síðan þarf að hafa það í huga að fólk mæti ekki veikt á vinnustaði eða veislur. Það eru fleiri veirur í gangi og svo að auki eru 3 bóluefni í þessum eina inflúensu skammti sem ver okkur þá fyrir öðrum inflúensum. Og svo má ekki gleyma hinni veirupestinni sem í gangi og það eru nóróveirurnar. Nóróveiran gríðarlega smitandi og veldur mjög slæmum meltingafæra sýkingum með yfirleitt uppkostum og niðurgangi og alveg gríðarlega smitandi. Þannig að það mjög mikilvægt að fólk sé ekki að vaða með kámugar krumlur í nammiskálar og í mat sem deilt milli margra, þvo sér hendurnar og ef fólk hefur veikst þá á það ekki að vera í matartilbúnaði fyrir það algjörlega búið að jafna sig og nokkrum dögum betur. Passa að þvo hendur vel áður maður fer í matartilbúnað eða dreifa út mat og eins gestir sem ætla að tína sér mat ættu að þvo sér hendurnar mjög vel og reyna að nota verkfæri til þess að skammta sér, ekki bara vaða með hendurnar í matinn.